Halló og velkomin. Hæ. Í dag ætlum við að taka fyrir síðasta skrefið í undirbúningi fyrir ljóðaslam sem að láta allt smella. Þú ert búinn að skrifa ljóðið þitt, þú ert búinn að undirbúa sviðsframkomuna, þú ert búinn að æfa flutninginn, en hvernig lætur þetta allt smella saman á áhrifaríkan hátt? Einmitt. Það mikilvægt að koma þessu öllu saman, öllum atriðum sem við erum búin að fara í gegnum, til þess að gera enda í rauninni með flutning sem verður heildstæður og ógleymanlegur. Hluti 1. Fyrsta skrefið kannski að tengjast þínu eigin ljóði og gera það grein fyrir hvað það sem þú vilt að skili sér og hvað þú vilt að fólk í rauninni skilji og finni. Ég kom með stutt sýnidæmi. Þetta er dramatískt ljóð, persónulegt og nokkra línur úr því eru svona. Við kyrstum köld enni og eitum út af vinalistum, skiptum máli hvað við kjósum, berum ábyrgð á okkar gjörðum, því að sakleysingandi sem við vorum ekki syndararnir sem við verðum. Þarna ég að nota, hreyfingar hérna, ég að nota röddina og aðeins hraða í rödd og hægja á til þess að koma áleiðis einhverju sem að skiptum við máli og mér persónulegt. Og það þá bæði þarna innihaldi kannski orðin sjálf, en kannski líka eitthvað í flutningnum. Og þegar þú skilur tilfinninguna sem þú vilt hafa í flutningnum þínum, í ljóðinu þínu, þá verður það miklu áhrifaríkara. Og allt þetta, raddbeiting, líkamstjáning, orðin sem þú skrifaðir, þetta skiptir allt máli til að láta þetta gera hann á flutningin eins áhrifamikinn og hann getur orðið. Hluti 2. Í ljóðaslami ljóðið ekki bara orð á blaði. Ljóðið þarf að flæða vel þegar það flutt. Hvernig hrynjandinn í ljóðinu þínu? Hvernig takturinn? Allt þetta skiptir máli. Getur prófa að æfa bara mismunandi hluta ljóðsins, finna út í rauninni bara með því að flytja það aftur og aftur og aftur, að þá hægt og rólega heyrir sá sem að flytja ljóðið, þitt ljóð, að fara að heyra alveg hverju sterku punktar þeir eru, hvar ris og hvar hnig og hvar þetta vikkar út og dregst saman. Það hið náttúrulega flæði ljóðsins mun koma hægt og hægt í ljós með bara aukinni æfingu. Hvar þú vilt hafa pásur, hvar þú vilt leggja áherslur. Já. Hluti 3. Næsta skref að fínpússa smáatriðin. Það getur verið allt frá því að ákveða hvernig þú stígur inn á sviðið og til þess hvernig þú lýkur ljóðinu þínu. Já, það getur líka verið atriði eins og hvernig þú ætlar að nota mikrofóninn. Mikrofóninn hvort þú ætlar að halda á honum og ganga sviðið og vera eitthvað eins og einhver olmur rappari eitthvað, eða hvort þú ætlar einfaldlega bara að standa og vera í línu en passa að fela þig kannski ekki bak við mikrofóninn og kannski alveg hérna eitthvað. Eða hérna. Já, eða hér alveg og eitthvað þannig að sjáu aldrei neitt og ekkert samband. Þú getur bæði nýttir hann til framdráttar en það getur líka orðið smá hindrun í tengingu við áhorfendur, þannig að vera bara meðvituð það. Hluti 4. Þegar þú hefur fínpússað ljóðið og það tilbúið til flutnings og þú ert meira og minna búin að pæla í þessum smáatriðunum sviðsframkomu og felaði bak mækinn eða ekki og jafnvel eins og ég tek eftir núna, ég er mikið að skarti hérna, getur líka tekið ákvörðun að sleppa öllu svona. Ég persónulega gerir það alltaf áður fyrir á sviði. Ég veit ekki hvort það hjátrú ekki, en ég tek alltaf allt af mér og persónulega ég alltaf í svörtum ból. Það bara ég, þá finnst mér eins og hendurnar sé meira eins og lifandi verkfæri og hausinn sé eins og fljótandi þraugshaus að segja ljóð. Ég aðeins að missa tökina á þessari líkingu, en þið fatt hvað ég meina vonandi. Og bara gefðu þér tíma til að æfa þig heima, bara allt sem þú ætlar að gera á keppnisdaginn. Það getur líka verið mjög gott að prófa að æfa fyrir framan áhorfendur og þá eru vinir og fjölskylda vænleg fórnarlömb til að horfa og þá bæði bara til að þau geti komið uppbyggilega gagnrýni en líka bara til að fá smá pepp. Algjörlega, það er bara mjög mikilvægt. Loka orð. Að láta allt smella að lokum ekki endilega markmið í sjálfu sér.
heldur er þetta ferli sem þú lærir af í hvert skipti sem þú mætir á svið. Og myndi það skipti mestu máli að njóta augnabliksins og deila rödd þinni með stolti. Og anda og njóta. Við hlökkum til að sjá það á sviðinu og heyra þína einstöku sögu. Sjáumst í ljóðaslagskeppni Borgarbókasafnsins. Bless, bless!